Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta. Við verðum á ljósanótt að þessu sinni. Listsýningar og hvers kyns tónleikar skipa stóran sess á ljósanótt að venju. Við komum víða við í þeim efnum, förum meðal annars á stofutónleika á heimili Rúnars Júlíussonar heitins. En við skoðum líka stórmerkilega ljósmyndasýningu Jóns Tómassonar sem hefði orðið 100 ára í ár. En hann var nokkurs konar hirðljósmyndari í Keflavík og nágrenni á árunum 1940 til 1960. Harlega verður ljósanóttin sett honum, ég ætla að telja niður. 15. ljósanótt í Reykjanesbæ fór vel fram og tóku tugþúsundir gesta þátt í fjölmörgum viðburðum hátíðarinnar. Hátíðin var sett með formlegum hætti við Myllubakkaskóla í Keflavík í blíðskapar veðri þar sem 2000 leik- og grunnskólabörn slepptu marglitum blöðrum til himins. Og frá setningarhátíð ljósanætur förum við í Dúshúsin í Reykjanesbæ. Þar voru opnaðar nýjar listsýningar, meðal annars sýning Kristínar Rúnarsdóttur í listasafni Reykjanesbæjar, sýningin Net á þurru landi og ljósmyndasýningi minningu Jóns Tómassonar. Sigurður Sævarsson var einnig heiðraður sem bæjarlistamaður Reykjanesbæjar við þetta tækifæri. Tilkynnt var valið á Sigurði á þjóðhátíðardaginn 17. júní, en hann verður bæjarlistamaður til næstu 4 ára. Hann tók við nafnbótinni af móður sinni, Ragnheiði Skúladóttur. Áður hafa þau Margrét Soffía Björnsdóttur sem að jafnan er kölluð Sossa, en hún er myndlistarmaður, Gunnar Eyjólfsson leikari og Rúnar Júlíusson tónlistarmaður haft nafnbótina. Jæja Margrét, þetta er ansi mikil sýning sem að þið opnið hérna í tilefni þessara mynda sem að þið fundu frá föður ykkar, Jóni Tómassyni. Hvað getur þið sagt mér sýninguna? Þetta eru allt saman myndir sem að eru hérna sem að pabbi gaf filmisafni til byggðasafnsins. Og alla myndirna sem við erum að sýna núna eru bara sem sagt frá 1940 til 60 og þetta eru cirka 10% af öllum myndunum. Þannig að það voru filmur það voru 8000 myndir sem byggðasafnið á. Og við völdum bara, það var mjög erfitt að velja og hafna, en þetta er bara svona sýnishorn og þetta eru myndir sem að hann var sem sagt áhuga ljósmyndari og var alltaf með myndavélina á sér og það eru kvikmyndir líka. Og þetta eru bæði myndir sem eru teknar hérna heima í stofu af fólki og hann fór og tók, afmæli og skemmtanir og bara á atvinnulífið og Hann var bæjar ljósmyndarinn í rauninni í Keflavík. Í rauninni, en sem sagt ekkert yfirlið, það bara hann var eiginlega eini gæinn sem átti myndavélar á sín tíma og hann framkallaði sjálfur og sem sagt eftir 1960 þá kom Heimir og sem var professional ljósmyndari en pabbi var sem sagt bara með myndavélina á lofti alla tíð, virðist vera. Og megni af þessum myndum höfum við systkinin aldrei nokkuð tíma séð. Og eins og ég segi, þetta er brot af öllu því sem hann gerði. Það hefur erfitt að velja. Það var mjög erfitt og flókið. Þetta er búið að taka okkur heilt ár að velja og að vinna í þessu. Og Tommi bróðir sem er auglýsingateiknari, það mesta vinnan sem hann hefur lagt í að skoða allar þessar myndir. Og svo er frábært líka forrit sem er komið á tölvutaktform þar sem fólk getur, ef það þekkir eitthvað, þá getur það merkt við og skrifað inn á upplýsingar og Hvernig láguð þið yfir filmunum, hvernig gerðu þið þetta svona? Fengum að fara inn á byggðasafn og þar voru fleiri möppur sem við flettum og það voru bara kontaktar og síðan erum við búin að láta hreinsa alla filmunar og stækja þetta allt og það voru hellingsfjör. Voru alla filmunar í góðu lagi og hann hefur hugsað vel þetta? Misgóðu lagi sem sagt og löguðust náttúrulega helling við það að láta hérna hreinsa þar allar og
Maður sé svona þegar maður rennur yfir þetta bara úr mannlífinu og atvinnulífinu og öll sem var að gerast hérna. Já. Fólk var að hafa samband við hann, hringi hann og beða hann að koma og taka mynd af börnunum og fjölskyld. Að nota stofuna heima á Ástarbraut bara sem stúdíó. Þegar maður sé fólk situr alltaf í sama stólinum og sama blómið og lampin og gardinarnar mömmu í bakgrunnin, sko. Bara við, þú veist, hérna útskriftir og skírnaveislur og afmæli og fleira, sko. Og svo hefur hann greinilega farið bara líka í bara þar sem að hlutinu voru að gerast. Þetta var á þeim tíma sem að hann sinnti öðru starfi í rauninni. Já, hann var á fullu hérna sem símstöðvarstjóri, sko. Og bara fólk frétta hann var í liðtæku ljósmyndari og hann, já. Þetta ákvæmlega skemmtilegt. En hann var líka ritstjóri Faxa, elsta tímarits hér á Suðurnesjum og jafnvel víðar og hann var að skrifa þessi merkilega greinar bara í gamla daga, í 1945 og á þeim tíma. Já. Og frábært að lesa þessar greinar, hann hefur verið svolítið sko framsýnn og fullt af skemmtilegum hugmyndum, sko. Svona í örstuttu máli, hvað var hann að fjalla um? Ég sé að hann fyrirsögnin Hótel Keflavík og það nú til hérna í Keflavík í dag. Og orlofsferðir til útlanda, þetta svolítið sérstakt á þessum tíma. Og hafði mikinn og með landkynningu og hafði mikinn áhuga á því að bara fólk vissi hvað var að gerast hér. Og hann að tala um dýravernd og hann að tala um hérna gróður og bara ýmislegt. Og flytja fisk út til, frosinn fisk, ferskan fisk út. Þannig hann var mikið að pæla. Þannig að þetta hefur verið aðeins skemmtilegt fyrir ykkur fjölskylduna að sameinast í yfir þessu öllu saman. Já, búið að vera mikið fjör og mikið fjölskyldugleði og við erum alveg að springa og stolt yfir þessu. Og gaman að gera þetta hérna á Ljósanótt, þetta svona lista. Tilefni líka því að þetta aldarafmæli hans, það 100 ár síðan hann fæddist, 27. ágúst. Þannig þetta var frábært tækifæri. Ég ætla að koma eina erfiða spurningu í lokin. Ykkur mynd sem að þér finnst vera skemmtilegust? Það mjög erfið spurning, sko. Mér þykir alveg rosalega vænt um þær allar. Mér finnst alveg frábæra til dæmis myndirnar hérna sem voru teknar í Járnsmiðjunni. Og þetta það mætti halda þetta væri leikar, en þetta bara live, eins og maður segir. En auðvitað þykir mér vænt um mynda mömmu og ömmu og öllum, auðvitað.
Komið sæl aftur í síðari hluta þáttarins förum við á ansi skemmtilegt stefnumót með engum öðrum en Björgvini Halldórsinni og Magnúsi Kjartansinni við ljósastaur hér í Reykjanesbæ. Já, hérna. En við skoðum líka fleiri tónleika og listsýningar og fáum líka ljúffenga kjötsúpu frá Skólamatt. Ég sá hann á skólaballinu í gær og allt í einu listið upp í huga mínum í gegnum fólksfjöldan ég færði mig nær. En þá allt í einu sá ég þá að einn af vinum mínum stóð henni hjá og þau sáum mig þau lættu strax á braut. Þau mig stungu að Segið mér aðeins, hvernig líst þið nú á þetta? Nú voru þetta komið. Staurinn fallegur. Já, já. Finnst hann að passa svona hérna, timburstaur innan alla málminn hérna? Já, þetta er bara eins og ég. Alltaf aðeins öðruvísi. Björgi, þetta er nú búið að vera svakalega vinsælt lag í gegnum tíðina og ákaflega vel sungið af þér, það er ekki að spyrja því. Talandi um hennan staur, sko, hann er náttúrulega timbraður en við erum ekki timbraðir lengur. Það er búið. En þetta er náttúrulega, þetta lag er náttúrulega alveg sérstakt og búið að fylgja mér alveg síðan að við hljóðritum þetta fyrir Brumkló og er bara eitt vinsælasta lag, já, eitt af 5 vinsælustu lögum sem ég hef sungið, sko. Hvernig finnst þér þetta uppátæki? Mér finnst þetta frábært. Mér finnst bara bærinn eiga þakkir skildar að rocksafnið og þetta, sporinn hérna á hljóðmónum, Rúni. Ég eyddi miklum tíma hérna í Keflavík í gamla daga, maður var í hljóðmónum og svona og mér finnst þetta bara frábært framtak og fleiri bæjarfélög mættu nú bara taka þetta til fyrirmyndar og ég nefni engin nöfn. Maggi, hvernig, þú ert sérstætt sáttu við þetta hérna, þessi platti og þetta hérna, þú ert alveg sáttu við þetta? Er ekki svona? Jú, er hann ekki bara í skýjunum með þetta? Hann er eiginlega orðlaus. Það skemmtilegasta við þetta er satt, þetta er sönn saga. Sönn saga hérna á Hafnargötunni í Keflavík. Alveg kórrétt. Og þetta lag á eftir saga og sönn ást. Nákvæmlega, sönn saga og sönn ást. Hvar er Sirri? Sirri er að fljúga og henn á eftir að finnast mjög vænt að sjá mynd af mér og Bjögga saman bara. Saman hérna. Já, þetta var eiginlega eini staðgengillinn sem að hún mælti með. Og Björgi, þú ert ekki hættur að syngja þetta lag? Nei, ég mun syngja þetta alveg þar til lifi líkur. Þú syngur þið síðast það? Ég ætla nú að reyna að smokara ég að annað kvöld á sviðinu, hérna á tónleikunum, annað kvöld. Og langaði að hafa lag eftir Magga, lag eftir Gunnar Þórðar og kannski lag eftir Rúna. Það var svona hugsunin bak við þetta. Strjúka henni blitt og svíða
fjölbreytt dagskrá var á Nesvöllum á ljósanótt. Þar var haldið harmonikuball til sagnakvölds og þá var boðið upp á danskennslu þar sem þáttakendur lærðu bæði línudans og hringdans eins og sjá má í þessu myndskeiði. Kjötsúpa að hætti skólamatur hún fastur liður á ljósanótt og Axel Jónsson, hvernig tilfinningin að gefa svona mörgum að borða? Vistu, þetta alveg yndislegt. Sko, jú, þetta fastur liður á ljósanótt búið að vera undanfarin ár og þetta bara alveg meiri háttar. Hugsaði hvað gaman að sjá allt þetta fólk koma hérna, borða, vera satt og sælt. Það ekki til betra í lífinu. Í dag erum við búin að gefa 14.300 manns að borða. Börnum og vinum okkar hérna, bæði Keflvíkingum, Suðurnesjamönnum og aðkomufólki. Og þetta yndislegt. En Axel, þetta ekki sérstök uppskrift? Þetta alltaf eldað samkvæmt uppskrift, annars væri hún ekki alltaf svona góð. Og maður má aldrei klikka á því. Þetta gaman og þetta bara lífgar upp og allt og sjáðu sælu svipinn á liðinu. Og þetta ekki bara eldra fólki? Þetta krakkarnir líka? Krakkarnir ekki síður, af því þetta fastur liður. Þannig að kjötsúpa, grjónagrautur, saltkjötubeinur og hvað þetta Við erum að reyna að halda þessu áfram í skólanum eins lengi og mögulegt Gamla íslenska matnum. Áður en að pizzan og hamborgarnum taka yfir. Jæja, Jón Vilhelm Magnússon. Hvernig kjötsúpa? Takk fyrir, hún alveg yndislega góð. Jú. Þú búinn að vera hérna nokkru sinnum? Já, þetta er þriðja skálinn í kvöld. Þannig að ég búinn að bíða eftir að tími líði til þess að geta borðað jafn góða súpu svona oft, sko. Þú átt nú skila að fá súpu. Steinþór sonurinn nú einn af upphafsmönnum ljósanætur. Magnús sonurinn fann upp árgangagönguna. Hvað fannst þú eiginlega? Já, ég fann það báðu. Í upphafi skal endur í skoða. Það einmitt það sem Þú settir mig alveg að gata þarna, en hvernig þetta ekki búið að vera skemmtilegt? Mjög skemmtilegt, alveg ofsalega gaman og gaman að sjá hvað mikið fjöldi og allir ánægðir og glaðir. Þessi hátíð náttúrulega hún sameinar Suðurnesjamenn? Hún gerir það. Og meira sem færir náttúrulega ferðafólk hingað úr Reykjavík og vinir og vandamenn sem að tekur eftir eru komnir hérna og mjög gaman. Þetta eins og bara stórt ættamót. Það komið hérna. Hátíðleg athöfn fór fram á ljósanótt í minningarlundi ungmenni frá Reykjanesbæ sem hafa látist eða horfið. Lundurinn var formlega opnaður sumardaginn 1. þegar afhjúpaðir voru 6 plattar með nöfnum látinna ungmenna. Á ljósanótt voru afhjúpaðir 20 plattar til viðbótar að viðstöddum ættingjum. Séra Erla Guðmundsdóttir fór með blessunarorð og skátar afhjúpuðu minningarplattana. Minningarlundurinn hluti af ungmennagarði sem staðsettur við Hafnargötu 88 í Keflavík. Hugmyndin lundinn kom frá ungmennaráði Reykjanesbæjar sem vildi minnast ungs fólks frá Reykjanesbæ sem hefur látist eða horfið og voru á aldursbilinu 13 til 25 ára.
máls míns hér áðan minntist ég lítillega á mannleg samskipti. Þau eru mér hugleikin sem mikilvæg undirstaða svo margs. Við þekkjum flest einhvern sem á bágt, einmana eða afskiptur. Látum það ekki henda í okkar samfélagi, einhverjum þurfa að líða þannig og gerum allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir það. Tökum okkur til og heimsækjum þá sem við vitum að búa einir. Bjóðum þeim, ungum eða öldruðum, með okkur á sýningar eða í göngutúr niður Hafnargötuna. Gerum þeim kleift að njóta gleðinnar og lífsins meðan kostur eins og Rúnar heiti Júlíusson sagði í sínum söng. Víkurfréttir kom út alla 50 daga, það vita Suðurnesjamenn, þeir fá þetta blað sent heim til sín, en þeir sem búið utan Suðurnesja getið séð það á vefsíðun okkar www.ff.is. Þar einnig úrval af fleiri fréttum og innslögum. Við þakkum fyrir okkur á þessu sinni, verið sæl. Ég sá eitt sinn opnast þig. Hún leit mér við sem aldrei fyrr. Þegar eitthvað leynast lífsins svör. Og nú ég dreg þig með í för. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is